Góðan dag, bæði þið sem eru hér í salnum og sérlega ánægjulegt að vera loksins í sal aftur og þið sem eruð að horfa í streymi og síðar þá á upptöku. Fyrir hönd RIK býð ég ykkur hjartalega velkomin á fyrsta hádegisfyrirlestur vormisseris 2022. Allir geta fengið það, en sumir meir en aðrir, alnæmis faraldurinn á Íslandi í sögulegu ljósi. Ég heiti Erla Hulda Halldórsdóttir og prófessor í kvenna- og kynjasögu við námsbraut í sagnfræði við Háskóla Íslands og fundarstjóri í dag. Fyrirlesari dagsins Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, doktorsnemi í sagnfræði og stundakennari við Háskóla Íslands. Hafdís hefur árabil stundað rannsóknir á sviði hinseginsögu og fyrirlesturinn unnin upp úr doktorsritgerðarinnar sem í smíðum og fjallar orðræður alnæmi á Íslandi. Hafdís, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Jæja, það heyrist ágætlega í mér, Elín. Þetta, ok, flottir. Já, ég heiti sem sagt Hafdís og þessi fyrirlestur svona tæpir á mörgum af helstu punktum í minni rannsókn sem snýr að alnæmisfaraldrinum á Íslandi. Og saga alnæmis flókin og hún marglaga og hún teygir anga sína víða. Gífuryrði sem höfð voru alnæmið á borð við kynvillingaplága, refsing Guðs og svo framvegis spretta ekki úr engu og eiga sér sögulega fyrirmyndir sem teygja sig býsna langt aftur í tímann. Því vísar undirtitill þessara fyrirlestrar alnæmi í sögulegu ljósi til þess að hér ætlunin að skoða þessar sögulegu fyrirmyndir, það að segja forskriftina sem mýturnar, ímyndin og frásögnin alnæmi byggði á. Kynsjúkdómar, líkt og alnæmi gjarnan flokkað, standa á skurðpunkti ólíkra hugmynda heilbrigði, samfélagsleg gildi, hlutverk ríkisvaldsins, valdheimi til refsinga og einkalífs borgara svo fátt eitt sé nefnt. Þeir draga einnig fram mismunandi hugmyndir velsæmi, kynhlutverk, umburðarlyndi samfélagsins gagnvart minnihlutahópum, viðhorf til rómantíkur, kynlífs og fleira. En fremur liggur í eðli smitsjúkdóma að varpa ljósi á hugmyndir okkur og hina, þar sem löng hefði fyrir því að smitsjúkdóma séu kenndir við óværu sem best utanfrá inn í heilbrigð samfélag. Fræðikonan Susan Sontag benti á flókið samband sjúkdóma og ímyndar ólæknanlegra illskiljanlega sjúkdóma í bók sinni Illness as a Metaphor frá 1978. Hugmyndin sjúkdóma sem refsingu sem sjúklingurinn kallar yfir sig aldagömul, en samkvæmt Sontag tók sú hugmyndum miklum breytingum á 19. öld. Með aukinni þekkingu og eðli sjúkdóma var horfið frá hugmyndinni sjúkdóm sem refsingu, en í stað þess var farið að líta á sjúkdóma í beinu samhengi við persónueinkenni og sálarlíf viðkomandi. Sontag nefndi berkla sem dæmi, en berklar hafa löngu verið tengdir við viðkvæmar leitandi og listrænar sálir, eins konar sjúkdómur fína og gáðafólksins. Sontag benti einnig á að ímyndssjúkdóma og menningarlegt samhengi þeirra hefur haft bein áhrif á hvernig við bregðumst við þau og umfram allt hvernig að sjúklingum reiðir af. Sjaldan hefur þetta komið jafn glöggt í ljós og í alnæmisfaraldrinum, en flestir fræðimenn sem hafa rannsakað faraldrinum eru sammála að ímyndin af HIV og stigmatiseringin sem henni fylgdi voru nánast jafn slæm og veiran sjálf. Það sem viðbrögð við veirunni eða í sumum tilfellum viðbragðaleysi voru sniðin að ímynd sjúkdómsins en ekki raunverulegum ástæðum. Alnæmi var svo sannarlega ekki sjúkdómur fína og gáðafólksins, allavega ekki í augum meirihluta samfélagsins. Þau sem upplifðu faraldurinn sjálf hafa vísu seinna mér sagt að sjúkdómurinn hafi ef til vill verið sjúkdómur skemmtilega fólksins, þó að enginn þyrði að segja frá því upphátt á 9. og 10. áratugnum. En byrjum nú aðeins að skoða hvernig alnæmi birtist okkur í sagnfræði á Íslandi. Það áhugavert að skoða birtingamyndir alnæmis og hinsegin fólks í yfirlitsritum Íslandssögu. Ef við grípum niður í rit þar sem lagt upp með að skrifa samfellda frásögn og draga upp mynd af samfélagsþróun á Íslandi, eins og til dæmis Íslandssaga 11 í röð hins íslenska bókmenntafélags sem teygir sig allt til ársins 2009, eða Ísland á 20. öld eftir Helga Skúla Kjartansson, ekki stafkrók að finna alnæmi.
Hinsegin fólks og baráttu þeirra er getið í aukasetningum og athygli vekur að hún fær meira pláss í bók Helga Skúla sem kom út rétt eftir aldamótin heldur en í bók Bókmenntafélagsins sem þó var gefin út 2016. Rit sem leitast frekar við að draga upp svipmyndir af liðinni öld í stað þess að búa til línulegt samhengi segja aftur á móti allt aðra sögu. Hérna er ég að tala rit sem byggja á úrklippum úr blöðum og helstu fyrirsögnum og fréttaannálum fjölmiðla, líkt á Íslandi aldanna rás og þið gríðavinsæla rit Öldin okkar, sem er í rauninni lítið annað en klippimyndabók, því að höfundur eða ritstjóri þessari ritraðar gerir lítið annað að skeita saman helstu fréttum hvers árs saman í eina bók. Og í þessum bókum sprettur alnamið fram og eftir því sem að úrvinnslan er minni, það er að segja meira byggt á hráum fréttum heldur en tilraun til þess að búa til sögulegt samhengi, þeim mun stærri verður hlutur alnamis. Því má segja að eitt helsta útgefna sagnfræðiriti sem taki til alnamis sé einmitt Öldin okkar, bók sem annars fáir myndu grípa til í sögulega greiningu. Og þessi söguskoðun hefur svolítið smítast inn í þær sögur sem að hinsegin fólk segir að sjálfu sér. Það er til dæmis ekki óalgengt að greinaskrif sem miði að því að búa til yfirlit yfir helstu sigra og þáttaskil í sögu hinsegin fólks á Íslandi minnist ekki á alnæmi, nema það sem afmarkaðan atburð, dapurlega sögu ákveðna einstaklinga sem hvorki hefði teljandi áhrif á sögu hópsins né heildarinnar. Þessi söguskoðun var sérstaklega áberandi á fyrsta áratug 21. aldar, en það er ekki fyrir núna á allra síðustu árum sem að hefur tekið að hrykta allverulega í þessari framsetningu. Á miðjum COVID-faraldrinum gaf sagnfræðingurinn Gunnar Þór Bjarnason út bók spænskuveikina á Íslandi. En einmitt þegar ég fékk það fyrst hugmynd að skrifa alnæmisfyrirlesturinn sem var sirka svona árið 2017, þá naut ég einmitt það hversu lítið það hefði verið fjallað spænskuveikina á Íslandi til þessa. Gunnar Þór veltir þessu líka fyrir sér í eftirmál bókarinnar og vitnar í danskan kollega að minnisleysið sé meðvituð leið til að gleyma faraldrinum því hann afhjúpi hversu illa Danir hafi tekið á veikinni. En fremur velti Gunnar því fyrir sér hvort að það megi ekki segja það sama Ísland. Þetta mætti með svona ákveðnum forvörum svo sannarlega heimafæra upp á alnæmisfaraldurinn á Íslandi. Auk þess sem að gleymska eða skeytingaleysi sögulegar afleiðingar alnæmis fyrir hinsegin fólk býr til söguskoðun sem er býsta einföld og fellur nokkurn veginn á sögu jafnréttis á Íslandi. Sú túlkun er þægileg til dæmis fyrir yfirvöld vegna þess að hún breiðir yfir aðgerðaleysi þeirra, úrræðaleysi og köflum fjandskap gagnvart sjúku og deyjandi fólki og andvaraleysi gagnvart alvarlegri heilsufarsvá. Og nú förum við aftur hérna í þessa klippimyndasíðu. Á Íslandi bárust fréttir þennan dularfulla sjúkdóm fljótlega eftir að umræðan alnæmi hófst vestanhafs. Fyrstu fréttir fóru að bera síðla ársins 1982 og þá var það sumarið 1983 þegar alnæmi hertekur íslenska fjölmiðla, já svo má segja. Þetta er svona líklega hinn allræmda gúrkutíð fjölmiðlana á sumrin. Til að byrja með var fjölmiðla umfjöllunum meira og minna tekin beint upp úr bandarískum tímaritum og æsifréttastíllinn ofta ekki sparaður. Fjallað var kynvillingabláana sem lagðist á lausláta homma í stórborgum Bandaríkjanna sem síðan gerðist svo heimtufrekir að krefja stjórnvöldum aðgerðir til að komast til móts við þá. Stundum voru þetta langar fréttir sem að framandgerðu samkynhneigða karlmenn, meðal annars með bersöglum frásögnum af sánamenningu og kynlífsklúbbum og oftar en ekki voru undirliggjandi skilaboð frásagnanna þau að komið væri á skuldadögum fyrir hommana fyrir gljálífið á klúbbunum. Í sumum fréttum mátti jafnvel greina biblíulega undirtóna. Þeir sem iðruðust og hættu líferninu gátu bjargast, á meðan hinir sem héldu uppteknum hætti myndu hrapa lóðbeint til heljar. Margar af þessum fréttum voru ákaflega samhengislausar og höfðu lítið gildi annað en að vera tilfinningalegar upprópanir. Lengi vel skar Morgunblaðið út hvað varðar efnistöku í umfjöllun alnæmi. Þrátt fyrir að aðrir fjölmiðlar hafi heldur ekki sparað í sig í æsifréttastílnum gekk Morgunblaðið hvað lengst. Það virðist sem svo að umsjónarmenn erlendra frétta hafi lagt sér fram við að birta allra svæsnustu ummæli bandarískra stjórnmálamanna úr Reagan-stjórninni sem óskuðu hommum útrýmingar og dauða. En þó að Morgunblaðið hafi ef til vill gengið hvað lengst spöruð önnur blöð ekki við sig í tilfinningaheitunum. Tíminn sló upp þessari stóru mynd sem við sjáum hérna lengst til vinstri árið 1983. Hér má sjá fárveikan sjúkling með langt genginn sjúkdóm vera að fagna afmæli sínu ásamt ástmanni sínum. Hið ósagða í fréttinni er svo auðvitað svo að þetta var líklega síðasti afmælisdagur ungamannsins. Þessi flennistóra nærmynd af veikamannunum þakti 2/3 af síðu
og engin fréttamynd sem að Tíminn birti þá vikuna nándarjafn stór. Hér því aðal áherslan að sýna lesandanum í mikilli nærmynd skelfilegar afleiðingar sjúkdómsins á meðan það hálfparti verið að gera grín af sjúklingunum, því að millifyrirsögn í fréttatextanum kemur inn á að byltingin éti jú alltaf börnin sín og því sé að þetta leyti einhverju leyti réttlætanleg refsing. En útliti sjúklinga var ekki bara skellt framan í lesendur með myndur, heldur líka með orðum. Alþýðublaðið lýsti útliti sjúklinga með þessum orðum nokkum vikum fyrr í júlí 1983, tilvísun hefst. Hann öskugrár í framan, grindhoraður og augun sljó og innfallin. Engin vafi leikur á að það hinn hræðilegi sjúkdómur AIDS sem að leggja að velli smám saman. Tilvitnin lýkur. Dagblaðið Vísir var jafnvel ennþá gróteskara í lýsingum sínum september sama ár, tilvísun hefst. Hann líkist einna helst uppgjafa hermanni sem liggur þungt haldinn eftir margar ára vosbúð á vígstöðum seinni heimsstyrjaldar. Hann náhvítur í framan og ákaflega veiklulegur að sjá. Hárið ritjulegt og sumstaðar sést í beran skallan þar sem það hefur dottið af. Kinnarnar einfallnar og djúpir skuggar liggja umhverfis sljó og mött augun. Tilvísun lýkur. Eftir að ljóst var að Ísland myndi ekki sleppa við smit, eins og mörgum datt ef til vill í hug svona á fyrstu árunum, beindi spjótin að því hvenar óværa myndi ná landi og hvað myndi síðan gerast. Myndi íslenska þjóðin ef til vill þurrkast út, var heimsendir í nánd. Heimsendir var svo sem ekki óþekkt stef í dægur mála umræðu 9. áratugsins, þar sem að kjarnorkuváin lá eins og mara yfir samfélögum Vesturlanda, en var það svo ef til vill ekki bomban sem átti að gera út af við mannkynið, heldur dularfullur drusluvírus sem myndi þurrka allt mannkyn út fyrir aldamótin 2000. Hornsteinar þessari ímyndarsköpunar sem dregin var upp á fyrstu árum alnæmis á Íslandi svipaði nokkuð til þeirra ímynda sem að dregin var upp á sjúkdómunum erlendis. Fyrir það fyrsta var hinn erlenda spillta stórborg sem uppspretta óværunar. Íslenski fjölmiðlar lögðu mikla áherslu á að tengja alnæmi við stórborgir og það ekki bara hvaða stórborg sem heldur var spjótunum fyrst og fremst beint til bandaríska borga á borð við New York, San Francisco og Los Angeles og ég vildi aðra við að flokka sjúkdóminn sem einhvers konar afbrigði af bandaríski lágmenningar úrkynjun. Það var ekki langt að sækja í slíkar fyrirmyndir, en bæði í Frakklandi og Sovétríkjunum voru slíkar túlkanir mun fyrirferðarmeiri og afdráttarlausari. Þar var sjúkdómurinn tengdur við ameríska popmenningu og lágmenningu og auk þess sem að Sovétmenn hækkuðu einn og bættu CIA og sérhönnuðum vírus búnum til í lokari rannsóknastofu alríkisins til að strá glerbrotum í smjör alþýðunnar. Við Íslendingar eigum okkar eigin útgáfu af anti-amerikanisma sem tengdur veru Bandaríkjahers á Íslandi og áhyggjur yfir amerikaniseringu þjóðarinnar og það mætti alveg lesa þennan fókus á Bandaríkin sem uppsprettu pláunar inn í þær hugmyndir. Hugmyndin hina sundum spilltu stórborg afar gömul og má til dæmis rekja aftur til ritunartíma Biblíunnar, til dæmis þekkjum við öll söguna Sódómu og Gomorru. Okkar eigin borg, Reykjavík, fór ekki varhluta af þeirri umræðu. Deilur siðferðismál voru afar vinsælt þrætuepli á Íslandi á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Siðferði vítt hugtak og var notað til dæmis klæðnað, neyslu, lifnaðarhætti, hreinlæti og samskipti kynjanna, svo fátt eitt sé nefnt. Innan þessa hugtak rúmaðist einnig umræða málefni sem oft voru rætt í hálfkenningi, svo sem kynlíf, lauslæti og kynhegðun. Umræðum siðferðismál voru yfirleitt sett í samhengi þéttbýlis og nývæðingu og þá yfirleitt í samhengi við nýja lifnaði og búsetuháttum sem fylgdu siðferðisbrestir, ergo þéttbýlið í Reykjavík í fararbroddi var vont og þess utan gat það líka smitað frá sér. Vissulega eiga smitsjúkdómar greiðari leið milli fólks ef það býr í miklu nábýli. Og auk þess sem að marga borgir á umbyltingatímanum buðu ekki upp á holla lífshætti, til dæmis hvað varðar aðgangar hreinu vatni og losun úrgangs og svo framvegis, en borgin var líka smitandi í yfirfærði merkingu. Árið 1894 birtist grein í Ísafold undir tilnefninu Áki hina svokölluðu kaupstaðasótt sem lagðist grimmt á konur. Sjúkdómslíkingin var tvíþætt. Annars vegar var myndlíkingu að ræða, þar sem að sóttin átti við straum kvenna í þéttbýlið. Hins vegar var kaupstaðasýkin eiginleg sýki í sjálfu sér að mati Áka, eins konar andleg inflúensa sem lagðist á konur og rændi að dómgrindinni. Skilaboð greinarinnar voru þau að óheilbrigt andrúmsloft þéttbýlisins laðaði að sér grunnhyggnar konur og stúlkur á öllum aldri. Aðdráttarafl þéttbýlisins var falið í iðjuleysi, skemmtan og margmenni.
En undir fögru yfirborði borgarbragsins leyndust hættur, til dæmis gátu stúlkurnar átt það hætt að lenda á vergangi, jafnvel sviknara piltum. Grein Áka var eina fyrsta af mörgum sem flettaði saman kynhlutverk, þéttbýlismyndun og áhyggjur af siðferði. Hugmyndin kaupstaði sem hættuleg smitsvæði var algengt stef í umræðum á fyrstu hluta aldarinnar spillingu Reykjavíkur. Í gegnum kaupstaðasóttina voru kynsjúkdómar settir í samhengi við hina erlendu stórborg og þéttbýli á Íslandi var það snertipunkti milli hreinleika þjóðarinnar og erlendra spillingar þar sem runnu saman raunsæjar áhyggjur af smitsjúkdómum og háleitar hugmyndir almenna spillingu og hnignun. Margræðin milli kaupstaðasóttina, margræðin bak við kaupstaðasóttina, bjó til rými til að ræða málefni sem almennt ríkti þöggunum, tenging hins ósegjanlega, kynsjúkdómar við hið almenna, hversdagslegar áhyggjur eða kvapp siðferðisástand, skapaði því leið til að segja frá því sem eiginlega ekki mátti segja frá án þess að segja frá því. Þessi samruni hugmynda raunverulega smitsjúkdóma og táknræna sjúkdóma spratt aftur upp á hernámsárunum, þegar umræður óæskileg tilbrigði við kvenleika, kynlíf, ástir og rómantík voru felldar en í þjóðernislega umræðu millistríðsárana togstreituna milli borgarlífsins og sveitana nútímans og fortíðarinnar. Innan þessar orðræðu konur og setulismenn brá oft fyrir myndlíkingum sýki eða smitsjúkdóma. Var það ástandinu líkt við bráð smitandi sýki sem legðist á konur og rændi þar ráði á rænu. Ef ekkert yrði að gert myndi öll kvenþjóðin veikjast og þá var ekki að leikslokum að spyrja. Hinn alræmdu lögreglukona Jóhanna Knudsen notaði margoft smitlíkinguna í bréfum sínum til ráðherra til að undirstrika hættuna sem að fyrir höndum væri. Það þyrfti að vernda sveitirnar fyrir hættulegum sýkilbyrðum borgarlífsins sem getur svo smitast út í sveitirnar þar sem að mest af heilbrigðu blóði þjóðarinnar rinni og þar með geti sýkillinn lagt þjóðar líkamann að velli. Jónas frá Hriflu, þáverandi formaður Framsóknarflokksins, notaði einnig smitsjúkdómalíkinguna til að mæla fyrir hertum aðgerðum. Það sem hann talaði fyrir því að setja lög til að fjarlægja stúlkur frá sýkingastöðum og setja þær í einangrun. Þessari myndlíkingu, þess að smitsjúkdóma myndlíkingunu brá því helst fyrir hjá þeim sem kölluðu eftir hertu inngripi stjórnvalda, enda líkingin kröftug myndhverfing til að undirstrika þörfina fyrir harðar aðgerðir, útskúfun og refsingar. Það aftur á móti áhugavert að einmitt þegar umræðan hermannasýkina rís hvað hæst á Íslandi var notkun fúkalyfja sem að meðal annars hægt að nota gegn sárasótt og lekanda eða almennari. Því voru áhyggjur af útbreiðslu raunverulegar ólæknandi sýkingar ekki á rökum reista. Og því má segja að hinn hættulegi smitsjúkdómur hafi að öllu leyti átt að vera myndlíking þó svo að komi ekki beinlínis skýrt fram í málflutningi fólks á borð við Hriflu Jónasar og Jóhannu Knudsen. Smitsjúkdómalíkingum stríðsárana svipar mjög til umræðana kaupstaðasóttina, það að segja hún tvístætt. Annars vegar bentu orðræðan sjúkdóma í átt að raunverulegum smitsjúkdómum en hins vegar var myndlíking fyrir eitthvað stærra að meira og í báðum tilfellum var að ræða hættulegt dómgreiðaleysi kvenna sem myndi grafa undir stoðum þjóðarinnar. Í báðum tilfellum leiddist svo hugmyndin stórborgina, útlönd eða jafnvel erlendar stórborgi sem uppspretta hinnar hættulegu veiki sem að herja á konur. Eins og Þorsteinn Vilhjálmsson hefur fært rök fyrir var ástæða áhyggna siðferðislega hnignun í þéttbýli á fyrstu áratugum 20. aldar afsprengi breyttra lífnaðarhátta í þéttbýlinum þar sem ólíkir hópar lifðu saman í mikilli nánd og ekki á færi húsbænda eða þeirra sem töldu sig völdin hafa til að stjórna honum og stýra. Því má því segja að í gegnum þéttbýli og tengingu við útlönd hafa orðið til rými sem að ögruðu rótgróinni goggunaröð hvað varðar til dæmis kynhlutverk, vald og stéttaskiptingu. Til að fanga hættuna sem að þessu skapaðist var dregin upp líkingin við stórhættulega pest sem gat smitað, veikt, lamað og jafnvel dregið þjóðina til dauða. En pestir, táknrænar sem að raunverulegar, þær þurfa smitbera, hóp sem flytur pestina milli manna og smita samfélagið. Ef við hugsum kaupstaðasóttina og hermannaveikina var fljótlega skilgreindur hópur í kringum hættuna sem voru konurnar og ekki bara hvaða konur sem heldur lauslætar, sinnulausar konur sem í fáfræði sínu breiða út sýkina meðal meirihluta samfélagsins. Og þar voru skilgreindar við ógn sem þurfti að bregðast við hið fyrsta og eins og við vitum var það gert grimmilega á ástandsárunum með eftirliti, löggjöf, einangrun, refsingum og frelsisskerðingu. En hvernig tengist þetta svo allt við alnæmið? Íslenskur almenningur var lengi vel ekkert sérstaklega meðvitaður hinsegin tilveru og hérna undirstrika ég almenningur. Og sú vitneskja var líklega bundin við ákveðnar kreðsur.
En það breyttist á fljótt eftir seinni heimsstyrjöld þegar blöðin fóru af og til að fjalla málefni tengd samkynja ástum. Og í forgrunni voru fyrst og fremst hneykslismál. Hér sjáum við 2 fréttir sem birtust með árs millibili, svo fyrri 1952 og seinni 1953. Efni þessara frétta var í rauninni endurunnin á umræða frá ástandsárunum, hlutverkin og atburðarásin voru svo sama. Í forgrunni ósiðlegt kynlíf og í bakgrunni mallar hugmyndinum að þessi ógulega hegðun geti smitað út frá sér og upphafspunkturinn bandaríska herstöðin. Í fyrri fréttinni framalleikin og ógnin undirstrikuð með því að bæta rasískum tónum í verkið. En þó hefur orðið örlítil breyting á handritinu eftir hlé. Nú það ekki íslenskar konur sem að skandalísera, heldur stekku hér fram nýr þjóðfélagsskelfir kynvillingurinn. Blöðin fjölluðu nokkuð þetta mál og önnur svipuð sem dúkkuðu til af og til og voru sammála að hérna var á ferðinni ógn sem þyrfti að bregðast við, vá sem mætti ekki bregðast út, ískyggilegir hlutir voru að gerast og það þyrfti að taka í taumana áður en í óefni væri komið, svo ég bregði fyrir mér orðalagi blaðamanna. Og þetta stef endurómaði áfram í ýmsum birtingamyndum, ég ætla að taka hérna 2 dæmi. Hér það blaðaumræða poptónlist frá 1964 þegar 4 karlar voru spurðir hvað þeim fyndist Beatlaæðið. 3 þeirra fannst það bara ágætt, ef til vill svolítið yfirdrifið en annars bara fín músík. En 3. maðurinn, þekktur geðlæknir, var ekki á þeim buxunum og tengdi Beatlaæðið eins og við sjáum hérna í þessari tilvísun við bráðsmitandi faraldur sem gæti endað í kynvillu. Röksemdafærslan var byggð á óræðum freudiskum tengslum tónlistar, tísku og kynhneigðar, þar sem að lausnin var að klippa hárið á strákunum og banna þeim að fara í háhælaða bítlaskó. Og hér það svo lesbíur á heroíni sem að spássera í San Francisco í umfjöllun vikunar glæpi í New York. Inntak þessarar umfjöllunar var í rauninni að segja frá ógnvænlegu ástandi í New York, þar sem að fátækt og neysla og annar réði ríkjum og þetta var eitt af myndunum sem var ákveðið til að birta með til að undirstrika hversu sóðaleg New York væri orðin eins og sjá má þessar konur augljóslega á heroíni. En hugtakið kynvillingaplága vekur upp hugrenningatengsl við kaupstaðasóttina og hermannaveikina. Allar þessar nafngiftir settar fram til háðungar og til að draga fram neikvæð persónueinkenni meintra sjúklinga. Alnæmið var auðvitað raunverulegur sjúkdómur, blákaldur veruleiki. En sú mynd sem dregin upp á sjúkdómnum sótti í eldri orðræður og bjó til ákveðna ímynd af smitberanum sem var hinn lausláti hommi sem með ábyrgðarleysi og sjálfselsku gat smita þjóðfélagið og leitt til glötunar. Að nota smitlíkinguna í táknrænni og yfirfærðri merkingu sterkt stílvopn til að tortryggja framandgera og grafa undan hópnum sem sagður bera ábyrgðina. Því má segja að myndun og mótun homofóbískrar hugmynda meint eðli samkynhneigðra karla sé að hluta til byggð á ímyndum hættulegar, útleitar, smitandi pestir löngu áður en alnæmi kom til sögunar. Það hugmyndir sem voru sveimi á fyrri hluta og miðbik 9. áratugarins hvað varðar aðgerðir til að bregðast við þessari vá, báru einnig sterk einkenni fyrri hugmynda hvernig eigi að ná stjórn á hættunni sem að kynferðislega óstýrilátir hópar skapa. Það átti að merkja alnæmissjúklinga, jafnvel með húðflúri, það átti að halda á til lista yfir sjúklinga og homma sem að lögreglan ætti að hafa aðgang að og halda upp í virku eftirliti, það ætti að setja stimpil í nafnskírteini smitara og enn fremur átti að koma upp einangrun fyrir þá. Og var þá til dæmis nefnt að koma upp einni slíkri stöð af Breiðafjarðareyjunum. Og allar báru þessa tillögu með sér harkalegt inngrip ríkisvaldsins til að stjórna hinum meintu smitberum og refsa þeim ef að þeir haga sér ekki. En líkt og í fyrri tilfellum þessi ímynd ekki í fullkomnu samræmi við raunveruleikann. Lausnirnar á yfirstandandi vanda voru miðaðar við ímynd sjúkdómsins frekar en raunveruleikann og voru því óraunhæfar og í raun óframkvæmanlegar. Ennfremur var skautað fram hjá þeirri staðreynd að alnæmi jú ekki kynsjúkdómur og síður svo bundið við homma, því að það geta nefnilega allir fengið það. Og það var í rauninni ekki fyrir heilbrigðisyfirvöld áttuðu sig á því sem þeir fóru af stað raunverulegar aðgerðir með samtali milli grasrótarsamtaka á borð við samtakana 78 og heilbrigðisyfirvalda. Þessi tilvísun hérna vinstra megin á skjánum í Helga Valdimarsson, prófessor í ónæmisfræði, að aðaláhyggjuefnið sé sá möguleiki að ónæmisbæklunarfaraldurinn, alnæmið, breiðist mikið út fyrir raðir homma og eiturlyfjaneytenda.
Og þessi tilvísun sýnir svart á hvítu stigveldi alnæmisins. Helgi virðist ekkert vera feimin við að segja skýrt og skorin orð að það þurfi ekkert að skipta sig að þessum sjúkdómi, svo framalega sem hommarnir og eiturlyfjasjúklingarnir héldu honum út af fyrir sig. Og í gegnum þessa knöppu fullyrðingu má sjá birtingamyndi valdsins. Hverjir eru verðug viðföng velferðarkerfisins og hverjir ekki. Hverjir eiga að nota samhjálpar meðborgarana sinna og hverjir eiga ekki tilkall til slíkra hjálpar. En þegar ljóst var að sjúkdómurinn myndi svo sannarlega breiðast út fyrir raðir homma og eiturlyfjasjúklinga, þýddi það ekki að ímynd hans viki sjálfkrafa fyrir raunsærri nálgun. Kona ein í Reykjavík fékk þann vafasama titil að vera þekkt sem alnæmiskonan á seinni hluta 9. áratugarins. Hún var sögð nánast skemmta sér við að smita rekkjunauta sína af alnæmi og hún ætti að stunda það að draga grunlausa karlmannatálar og jafnvel skilja eftir skilaboð á baðherbergisspeglunum morguninn, ritað með rauðum varalit, velkomin í AIDS-hópinn. Mál hennar rataði blöðin eftir að borgarlæknir hafi formlega óskað eftir því að fylgst yrði með henni og nokkuð var fjallað mál konunnar í kjölfarið og ljóst að ekki stóð öllum að sama, en það var hann í eitt skipti kærð til lögreglunar fyrir að hafa samfarir við mann og leynt smitinu. Sá hinn sami fór í dramatískt viðtal við pressuna, sem hérna klippt úr til hægri, og þess að hann dró ekkert undan og sakaði konuna að hafa viljandi leynt smitunum en sagt honum frá því daginn eftir með köldum, hólum málrómi, nánast eins og hann stæði á sama. Pressan tók viðtal við konuna í ágúst 1990 þar sem hún fékk að segja sína hlið á málinu. Hún hafði smitast erlendis af HIV en var ókunnugt smitið þar til að hún lagðist inn á Vog 86 en í dvölinni lágu sjúkraskýrslur hennar út og í kjölfarið var henni vikið á Vogi. Sjálf taldi hún að þessi gagnaleiki hafi verið uppsprettan af flökkusögninni en það var borið upp á hana að henni hafi verið vikið á Vogi vegna sjúklegrar verkirni. Þessi orðrómur fékk svo byrjundi báða vængi þegar kona var ólétt eftir að hún vissi af smitunum, sem hún sagði að verið hræðilegt slys og ítrekkaði við blaðamann að hún og barnsfæður hennar hefðu ætíð stundað öruggt kynlíf. En hún var í öllu falli skelfingu lostin yfir þunguninni sem var til þess að hún var bitbeini lækna sem rifust það sín á milli og við hana hversu mikla líkur var að því að barni reyndist smita við fæðingu og ykkur til upplýsingar þá smitaðist barni sem betur fyrir ekki. Edrúmennska konuna var skammvinn og misti eldra barni sitt frá sér vegna óreglu. Vegna orðrómsins að hann gerði sér leik að táldraga karlmenn til að breiða út sjúkdóminn var hann undir stöðuga eftirliti lögreglunar á þessum tíma. Lögreglan dúkkaði upp í skemmtistaði sem hún sótti, partí og tjekkaði hvort hún var ekki örugglega heima hjá sér fyrir hluta dags helgar. Í viðtali við pressuna sá hann að þetta vald ylli henni töluverð álagi og kvíða. Nágrannar hennar færu ekki varhluta af þessu og orðrómurinn sem ætti sér ekki nokkra stoðir í raunveruleikanum hefði breiðst út allt, ekki síst fyrir tilstöðuna þeirra á Vogi, lögreglunar og fjölmiðlana. Eldra barnið sem var í fóstri væri farið að finna fyrir sig því væri strítt og sjálf fyndist henni eins og heimurinn væri að hrynja í kringum hana. Hún hafði nú sitt hvað við þessa sögur að athuga. Fyrir að fyrsta sagði að það gæti hún varla gengið upp þar sem að hún væri nú þegar þekkt sem alnæmiskonan og allir væri fljótir að benda á það ef hún svo mikið sem nálgaðist karlmenn. Auka sem að hún hafði alltaf verið opinská, allavega til að byrja með smitið og fannst að hjálpa sér að ræða sjúkdóminn fyrir opnum tjöldum. Og í þessu tilfelli tók hún sérstaklega fram að maðurinn sem kærði hana vissi fyrirfram vel af smitinu og því væri varla í rauninni möguleiki að leyna því fyrir nokkur manni. Auka sem að hún ítrekkaði við blaðamann að þessi saga með rauða varalitin væri helber lygi því að allir sem að þekktu hana vissu að hún notaði bleikan varalit. Nokkrum dögum eftir viðtalið kom svo konan aftur í fréttir. Hún hafði brotist inn á leikskólan Mánaborg í Ölæði til þess að reyna að ná í dóttur sína. Skorið sig á glerbroti í hamagangnum og lögreglan kölluð til. Blöðin voru ekki lengra að stökkva þetta agn og slógu til dæmis upp fyrirsögninni blóðugur alnæmissjúklingur reyndi hann á barni sínu. Sagan varalitu skilaboðun á baðherbergisspeglunum þekkt flökkusaga sem skaut upp kollinum víða í Bandaríkjunum og Evrópu á 9. áratugnum. Þar femme fatale myndinni brugðuð upp til að búa til ímynd af henni smítandi kínósa konum sem kann ekki fótu sínu forrað og dregur saklausa karlmenn með sér í hyldýpið. Þetta nú býsna kunnulegt stef. Eins og dæmin sína þá ræður ímynd sjúkdómsins nokkunu miklu hvernig viðbrögð við honum verða. Sérstaklega þegar sjúkdóminn dularfullur og illskiljanlegur þurfum við náum ekki að skilja hvernig hann hegðar sér, hvernig hann smitast og af hverju við verðum veik og hvað við getum gert til að forða okkur frá smiti, að þá reiðum við okkur á sögurnar og frásögnina til að búa til mynd sem getum við notað til útskýringa og stuðst við viðbrögðum okkar.
En sú mynd eins og ég hef áður sagt oft á tíðum ansi fjarri raunveruleikanum. Hún byrgir okkur sýn, sérstaklega þegar við förum að stýra viðbrögðum okkar eftir ímyndinu, hinu sögulega samhengi í stað raunveruleikanum. Enda voru viðbrögð samfélagsins og ríkisins við alnæmi í anda þess sem boðað var til að stemma stigu við kaupstaðasóttinni og alveg sérstaklega hermannasýkinni. Það er að segja valdboða ofan, útilokun, merking, einangrun, fordæming og glæpavæðing. Og slíkt eins og við sáum í tilfelli alnæmiskonunnar í Breiðholti gat haft katastrófískar afleiðingar fyrir einstaklingana. En það er ekki hægt að sleppa hendinni á alnæmi á þess að horfa aðeins fram á veginn. Nú erum við búin að horfa einbeitt tilbaka í gegnum mynstur sögunar og draga fram ákveðna þræði eða mynstur, en það má líka spyrja sig hvernig við rekjum það upp og hvernig við segjum nýja sögu. Við vitum það nefnilega öll sem hér erum að þetta er ekki sú ímynd sem varð ofan á, þó að sé ef til vill grynnra á henni heldur við viljum viðurkenna. Það var spunnin upp nýr söguþráður alnæmi og öðruvísi samhengi og öðruvísi saga urðu til. Mér langar að enda þetta á að hlaupa aðeins fram í tíman, til ársins 1992 þegar Alþingi ræddi stöðu samkynhneigðra. Í þetta skipti ekki til að bregðast við þeim sem hættulegri vá, heldur var að dagskránni að ræða aðgerðir til að uppræta misrétti gagnvart samkynhneigðum. Kvennalistakonur ráku málið en það naut þó nokkuð stuðnings þvert á flokka. Og ég held að ég lesi bara þessa tilvísun í þingræðu Guðrúnar Helgadóttur vegna þess að hún er svo skemmtileg. Það er nú einu sinni svo að við gerum kannski ekki alltaf mikið af því hér á hinu háa Alþingi að ræða hamingju fólks, sem ætti þó að vera meginmarkmið allra stjórnmálastarfsemi að auka á hamingju landsmanna. Til þess erum við raun kjörin og ekkert vinnu gegn hamingju einstaklings og eins og laumuspil með tilfinningar fólk vegna fordóma samferðamanna. Það er þess vegna auðvitað í þágu samfélagsins alls að samkynhneigðir geti lifað eðlilegu fjölskyldulífi því að laumuspil eins og þetta fólk hefur orðið að búa við elur af sem miklu óæskilegri lifnaðarhætti svo sem lausung og skyndikynni sem eru engum til góðs, hvorki samkynhneigðum né gagnkynhneigðum. Þegar sjúkdómunum kom upp var mönnum auðvitað ljósara en nokkru sinni fyrr að lausung í kynferðismálum, hvort sem að ræða gagnkynhneigða eða samkynhneigða, er ekki æskileg og kannski hættuleg. Þessi ræða finnst mér mjög áhugaverð. Fyrir það fyrsta boða Guðrún að ríkisvaldi eigi nú að stíga til jarðar og tryggja hamingju samkynhneigðra með að bjóða upp á eins konar samning milli þegna og ríkis. Ríkið átti að sjá til þess að tryggja samkynhneigðum lífsfyllingu og hamingju með réttabótum og upprætingu fordóma, en að sama skapi myndi þessi lífshamingju og viðurkenning skila sér í því að samkynhneigðir verði nýtir eða allavega betri borgarar. En þessi nýlegi þegnaréttur er ekki alveg ókeypis. Til dæmis kemur skýrt fram í máli Guðrúnar að hamingjuna og lífsfyllinguna sé að finna innan langtíma parasambands og önnur form að rómantík og erotík, til dæmis skyndirkynni eða opnari sambönd eru fordæmd. Ég vel Guðrúnu hérna sem dæmi vegna þess að hún var og er gríðarlega vinsæll barnabókarithöfundur, var þarna á hátindi ferilsins og ágætis fulltrúi samvisku þjóðarinnar. Engin vafi leikur á að Guðrún mælir af hjartans sannfæringu og hreinskilni, en henni tekst aftur á móti lítt að dylja sannfæringu sína að samkynhneigðu fólki sé best borgið innan þess módels sem að hið gagnkynhneigða forræði snýður utan þegna sína. Enda nefnir hún í sömu ræðu ábyrgðina sem að samkynhneigðu sýndu á tímum alnæmis, en það stef endurómaði gjarnan í umræðu að hálfu hins opinbera þegar koma fram á 10. áratuginn. Var það ábyrgðin sett í samhengi við réttindin, það er að segja með því að sýna ábyrgð á erfiðum tímum hafi samkynhneigðir unnið sér tilkall til þegnaréttinda. Þannig að það breytist í rauninni mjög margt á skömmum tíma, svona í ljósi sögunar, þó hann hafi auðvitað verið allt of langur fyrir fólki sem þurfti að upplifa skömmina og útskúfunin á eigin skinni. Það er flókið að breyta rótgrónum viðhorfum og vinda ofan á áratuga, jafnvel aldagömlum staðalímyndum og orsakaskýringum. Það er því ekki einhlítið einföld skýring á því hvernig fór að molna undan þessum gömlu viðhorfum. Og ef okkur langar að ljúka þessu á jákvæðum nótunum, og það viljum við nú öll, að þá myndi ég segja að einna mikilvægari þáttum í þessu ferli væri samtakamátturinn. Því að ólíkt öðrum hópum sem að hafa verið hér til umræðum áttu samkynhneigðir nefnilega rödd. Hún var býsna brothætt og ofta tíðum var hún bara hrópandinn í eyðimörkinu, en hún var þó til. Og með stofnun HVF samtakana var netið utan hópinn stærra og náði til dæmis að grípa konur. Og þessi hópur að hommarnir og alnæmismitaðir höfðu ekki bara samtakamáttin heldur líka tungumálið. Gátu og þorðu að tala hluti, gefa þeim nafn og segja frá án þess að festa sig í klísjum sem að meirihlutasamfélagi greip oft til. Og í gegnum samtakamáttin var hægt að búa til rými og félagatengsl sem gátu gripið og haldið utan fólk á meðan hvorki nærsamfélagið né hið opinbera gata eða kærði sig það.
Í gegnum slíkt net var svo hægt að sækja sér þekkingu, stuðning, hugmyndir, víkka sjóndeildarhringinn og fleira. Og hérna í blálokin ætla ég að bragða upp umsögn blaðamanns eða eftirsögn blaðamanns Morgunblaðsins í umfjöllun þáttöku Íslendinga á samnorrænni alnæmisráðstefnu, en þetta var í fyrsta skipti sem að Íslendingar sóttu ráðstefnuna. Og ég ætla bara að lesa upp þessa tilvísun og láta hana vera lokaorðin. Þátttakendur koma aftur með nýjar upplýsingar, nýjar hugmyndir, nýtt tungumál og síðast en ekki síst þá þægilegu tilfinningu að það stendur ekki öllum á sama. En ég þakka bara kærlega fyrir mig. Kærar þakkir Hafdís, frábært erindi og okkur sagnfræðingum finnst náttúrulega alveg óskaplega gaman að fá þessa sögulegu dýpt og rætur. En það líka sláandi að sjá þessa umræðu endurtekna. En nú orðið laust og ég geri ráð fyrir að hér í salnum séu einhverjir sem vilja spyrja Hafdísi eða leggja eitthvað til málana. Og þið gefið mér merki og Hafdís svarar. Með að þið hugsið ykkur að þá langar mig aðeins að nefna þetta og það þetta gamla sögulega af því að þú varst að nefna eins og Jónas frá Hriflu og fleiri og það þetta með smitið og einhvern veginn hugmyndin að eyðileggja þjóðarlíkamann. Og það þessi svona þjóðarlíkami sem eldgömul hugmynd frá fyrir öldum, 18., 19. öld og einhvern veginn það þurfa allir limir hennar að vera heilir. Þessi umræða hún var þá í rauninni áfram inn í HIV eða voru hommar var samkynhneigt fólk ekki hluti af þjóðinni? Sko, eins og ég sé þetta svona stuttasvari við þessu sem ég finnst svolítið áhugavert að það að eins og eftir stríð og Ásta Kristín hefur náttúrulega rannsakað þetta betur að þá eins og það sé sko skipta þessum handrit, það komin nýr sýkill sem getur smitað þjóðarlíkamann og það kynvillingurinn að þá verður hann svona stekkur bara svolítið fram þarna á sjónarsviðinu og ég hef mikið búin að hugsa sko, mál Guðmundar Sigurðsson Hofdals sem að glímukappa sem var eini maðurinn sem var dæmdur fyrir kynvilli á Íslandi að mál hans þarna á 3. áratugnum að það varð aldrei aðneinu rosalegu svona skandali stórum svona sexskandal eins og til dæmis svona kynvillu hneyksli voru mikið að fyrirluta 20. aldar. Við höfum Eulenburg hneykslið í Þýskalandi, við höfum réttareldurinn voru Oscar Wilde og það í Bandaríkjunum á sérstaklega 3. áratugnum það eru rosalega svona hreinsanir í gangi með til dæmis grunnskólakennara og annað en þetta einhvern veginn varð aldrei og mér finnst þessu mál Guðmundar Sigurðssonar hann var svo gott fóður í skandal hann var nákvæmlega prótótýpan í þetta hann var vinsæll og frægur og allt og hefði átt eitthvað með þannig hefði getað sprungið upp svona skandal en það gerði það ekki bara einfaldlega vegna þess að ég held að blöðin og almenningsálitið og annað við höfum ekkert verið að hugsa þetta. Það eftir stríð að þá eitthvað verður, svona mér finnst, kemur kynvillingurinn og þá hann möguleg og við þjóðarlíkamann. Mjög eindregið. Það eitthvað búið að búa til þetta handrit, búin að skoða hvernig ástandsstúlkan var og hvað hún gat og gat ekki og síðan bara skipt út. Frábært, takk. Ég að spáli hvort ég ætti að biðja þig að fara hérna inn í pontuna, það ekki? Já, ég sá Elín var að verða óróleg hérna aftast þú varst eiginlega komin út á myndin en það var að standa kjur. Ég skal reyna. Pontus búin að biðja orðið en ég ætla samt að biðja ykkur sem tækir til máls að kynna ykkur. Pontus, gjör svo vel. Takk þetta til rosalega skemmtileg fyrirlestur. Mér langar svolítið svona að byggja á spurninginni á eftir það sem ég hugsa var líka að taka rosalega tímabil með orðræðina og svo bera þetta saman. Ég hugsa samt, ekki samt eins og Erla hefur að vera bent á, samt ekki einhver munur af því alnæmissótturinn þá þegar maður heyrir frásæknir frá Hómar í Bandaríkjum dæmis, þeir sagði bara reynt út að, þú veist, þeir vildu bara útrýma okkur, þeir vildu bara að við myndum öll deyja, þú veist, þeirra upplifun á atburðinu þar. Ekki þá einhver munur milli þessi upplifun og þessum tíma og til dæmis á ástandsárin þar sem spurningin meira að vernda eða aga eða refsa konur frekar en bara, já, þið megi bara deyja.
Eða, þú veist, verður ekki gera grein fyrir þessi munur? Þetta frábær spurning og bara gaman að koma inn á þetta. Það nefnilega málið að þessi dauðaorðræða, hún náði aldrei til Íslands. Hún svona skolaðist aðeins með Morgunblaðinu en hún náði, veist, og nú náttúrulega bara að tala það sem ég sé í blöðum, svona það sem opinbert. Hún náði aldrei almennilega. Það var daðra við hana en það eins og hafi verið einhver stoppari. En í staðinn var mjög eindregið gripið í einangra merkjarefsa, Breiðafjarðareyjur og síðan voru nefnd Kleppjárnsreykjahæli líka sem mjög svona sögulega írónískt. Það var strax verið að tína til svona allar hugmyndir merkingarna og einangruna en þessi dauðaorðræða sem ég þekki mjög vel og einmitt svona svolítið bundið við Bandaríkin, hún komst ekki alveg á skrið. En það náttúrulega má líka segja það að þetta var náttúrulega Reagan-stjórnin sem var í Bandaríkjunum, það var þarna uppgangur þið vitið þessa evangelísku trúarsafnaða sem voru aldrei jafn svona sterkir hér á landi. En Gunnar í Krossinu reyndi þetta, hann pekkaði þetta upp og hann fór eins langt á hann gat, en hann komst aldrei almennilega upp með að segja refsinguðs þið munu öll deyja. Það var eitthvað stoppari þar. Kæra þakkir. Núna í þessari smittumræðu þá ég rétti nefnilega Pontus mikrofóninn og það víst ekki æskilegt, þannig ég reyna að endurtaka spurningarnar en það komin spurning, gjör svo vel. Já, ég Svandís. Fyrir að vera að spyrja það sem alveg undir lokin varðandi þess að hugmyndum ábyrgð og þau unnið sér inn rétt til þess að við fyrir nú að veita einhver réttindi og það var svona virðingarpólitík sem þetta svolítið inn. Það sem þú skoðar, þú finnst þetta að byrja hjá hinsegin að samkynhneigðum þar sem þau eru að benda á hérna sjálfur. Við erum nú að standa okkur, vinsanlega fyrir með okkur eða þetta pólitíkin, svona valdið sem að fer einhvern veginn að beita þessari orðræðu og finnst þér að hinsegin á þessum tíma sé meðvitað þessa orðræðu. Við erum að beita þarna einhvers konar sýn okkur sem virðingarvert samfélag sem á rétt á því að þú veist vera tekið með og öðlast réttindi. Þú veist, þetta strategískt, þetta meðvitað? Það svona alls konar afleiðingar af því. Akkurat. Já, þú ætlar að endurtaka. Já, þetta heyrðist vonandi einhver leyti en í stuttumáli getum við sagt þetta spurningin hvernig notaði fólk bæði hinsegin hópurinn og líka kannski stjórnmálamenn hvers konar orðræða var þá notuð til að veita fólki og segja þegnrétt. Af því að það það sem þú ert líka sem það í rannsókninni. Einmitt, þetta rosalega góð spurning líka. Ég hef svolítið verið að reynda að greina hver hænan og ekki hvor kom fyrst og ég búin að skipta skoðum rosalega oft þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé eitthvað rosalega svona árangusríkt að skoða hver byrjaði en hiftir aftur á móti annað mál að það mjög augljóst að þetta sú orðræða sem virkar. Þetta agni sem hægt að kasta út og gleypt, svona sjáðu hvað við stöndum okkur vel, við erum alveg svo þið og við sýnum ábyrgð og við erum, og þú veist, það þessi dyggðar umræða, þetta þessi virkar, þannig að þá bara mjög eðlilegt að hamra áfram á því, hversu meðvituð og ekki, það rosa erfitt að segja, ég hef til dæmis verið svolítið að skoða svona fólk, viðtölin og sérstaklega þau sem kannski voru ekkert birt í myndinni, og mér finnst þetta koma mjög skýrt fram í máli eins og Lönu Kolbrúnar sem var mjög ung á þessum tíma að það var bara kaos. Það var ekkert mikill tími til þess að vera meðvitaður. Það var bara svona meira verið að gera það sem virkaði og halda skútun á floti og ef hún flaut þá var það fínt. Einmitt. Takk fyrir. Það komið hérna önnur spurning og ég reynir bara að endurtaka Já, það gjör svo vel. Ég heiti Jórunn Sverrensen og þakka fyrir að það frábært erindi. Þú nefnir mörg nöfn Hafdís eins og Jóhanna Knudsen og Jónas frá Hriflu, en hver eða var hinn frægi geðlæknir? Það spurt hver var geðlæknirinn sem þú vísaðir í á Glæru áðan? Heyrðu, það var einhver ástæða fyrir ég tók nafnið þessu út, hann hét Ragnar eitthvað og var praktíserandi í Reykjavík býsna lengi og flutti síðan til Bandaríkjanna
og í minningagreinum hann sem ég fannst svolítið áhugavert var honum lýst sem afskaplega frjálslyndum manni og ég á svona aðeins eftir að púsla þessu saman, þannig ég ákvaði að taka hans persónu bara aðeins út fyrir. Þetta var 66 eða 62? 64 held ég. 64, já, einmitt. Þetta áhugavert. Það oft svo gaman að skoða þessi, maður sjokkar svolítið að vera að skoða þessi gömlu tímarit og blöð oft að sjá viðhorfin, en það er svo hollt að sjá þetta og draga þessa línu. En það svo áhugavert eins og með þetta bítladæmi þarna, að það var bara fulltrúi svona hins menntaða vald sem að sá bítlaæðinu allt til foráttu. Hinir, þó þeir væru, miðaldra kallar, einhverju heildsæli út í bæ, þeir voru bara frekar hressir. Fannst bara bítlaði bara góð músík og eitthvað pínu yfirdrifið og stelpunum átti aðeins tóna sig niður, en eins og það var eitt heildsæli sem var spurður og hann sagði að bítlamúsík væri eins og pipar í blokkfisk. Og ekki ætla ég að mótmæla því. Já, Rakel, gjör svo vel. Já, það mikið Hafdís. Ég bara fórhundinir svo rannsóknina sjálfa, þetta aðalega skoða orðræðina og þá opinbera orðræðina. Og svo þetta líka mig áhuga þessi annarlega skrýla sem að veist að gagnlega konuna, það var alltaf fyrir svo sögur eins og byggst í grunnurinn eða hvernig þetta vinnum. Rakel með rosalega spurningu bara rannsókn Hafdísar, hvort hann sé fyrst og fremst orðræðu og það þessi svakalega kona sem Saga birtist af ætlar að nota, sem þú fjallaðir þarna ætlar að nota sögur af fólki. Eðlilega eru náttúrulega sögur af fólki það sem ég að einhverju leita að gera þó ég sé meira kannski komin á aðeins annað stig þar sem ég meira að hugsa orðræður og annað. Ég búin að velta þessu mikið fyrir mér og mér langar meira og minna að fókusera mest á það sem við kallum opinbera orðræðu. Mér finnst eins og ég sá það bara þegar til dæmis Einar Þór sem var búin að vera forsvar fyrir HF Ísland mjög lengi gaf út ævisöguna sína hitti fyrir að það svona, mér finnst eins og þessar persónulegu sögur hvers og eins, hvernig þau upplifuðu sjúkdóminn á eigin skinni bókstaflega, það ekki beinleiðis mitt að segja og mér langar meira að skoða hina umgjörðina sem þá kannski einstaklingar sem upplifðu faraldri geta þá speglað sig aðeins við. En ég búin að vera í góðu bandi við eins og HF Ísland og fleiri og auðvitað mun ég fá eitthvað svona inside info, þið veitir, en svona persónlega sögur, ég ætla alltaf ekki að afla þeirra, en það fullt af þeim sem eru þarna úti, eins og til dæmis alnæmiskonan, það bara helling búið að skrifa hana og hún sjálf stígi fram á örfáum stöðum, þannig að það svoleiðis svona efni sem ég ætla að nota, kannski ekki mikið að afla þessara gagna sjálf. Ég líka stofn að það mæta skjálasöfnin. Já, ég mæta skjálasöfnin líka, já. Já, Rakel forstöðumaður Kvennasjóðsafns Íslands og hún spurði hvort hann ætlaði að mæta í skjalasöfnin og eins og við heyrum þá lofar Hafdís. Mér langar bara framönda þessu, ætlar að skoða orðræðina þessum tíma, eftir eitthvað að skoða síðan þessa áratvíði seinna, hvernig við horfum svaka hvernig umræðan af því að mér var svolítið brugðið eins og fréttum daginn þessum Ástralía einhvern veginn fagnar því þeir alveg að vera búin að útrýma alnæmi þau að tekið svo opaslega vel á þessum faraldri á sínum tíma og einhver svona 40 ára afmæli Ástralíu með alnæmi. Þetta var mjög frétt og mér fannst einhvern veginn það meiri sagði þarna bakvið en það svolítið magna að þetta væri Ástralíu sigurvegari HF einhvern veginn að heimsvísu, mjög einkennilegt. Þannig að þessi orðræða í dag versus hvað var í gangi og hvernig orðræðum þá, ertu að spegla þetta saman líka á Íslandi? Ég mun svona langa til þess að draga mörk þarna en ég held að sé eitthvað litið óhjákvæmilegt. Sérstaklega sem við erum aðeins að kannski núna að fara að detta í svona ammæli að það held ég að verði, þetta muni eitthvað með svona slæta inn en mér langar rosa mikið að gera það ekki. Fleiri spurningar? Óli Bjarki, gjör svo vel. Já, ég fór að pæla með ekkert að tala það gríðlega konu sem var mikið talað hana. Var einhver orðræða sem var notað svona konur eitthvað þannig til þess að hilma einhvers karla sem voru smitaðir, voru samkynhneigðir og voru inn í skápnum? Var eitthvað notað sem sagt kennda með kona vísvitandi bara upp á heyrun þeirra?
Upp á hvað fyrir Þú veist, upp á þeirra eigin sjálfsmynd að þeir eru smitandi kona sem gerði þetta vísvitjandi. Já, spurningin snýst þá út af þessari ógurlegu alnæmiskonu að hvort að í rauninni sökinni hafi verið skellt á hana í stað, og kannski karlar sem voru þá að sofa hjá og smita, þeir hafi þá gert hana að svona tekið henni fagnandi kannski sem einhvers konar fórnar, bara hún var smitvaldurinn. Sko, það rosa erfitt að svara þessa spurningu og ég ekki alveg vissum að bara ég hafi heimildina til þess, en einhver síður að þá var stór hluti af ástæðum þess að svona, hvað segja, brúin milli til dæmis samtakana 78 og heilbrigðisyfirvalda, hann Helga sem að raunverulega sagði þetta, samtökin 78 settu síðan að borðinu með þessu manni og fóru að vinna saman, sem og maður sér það bara á þessari tilvísun hvað rosalega langt þarna á milli. En snertiflöturinn þarna á milli var í rauninni tvíkynhneigðu mennirnir sem voru í skápnum, eða bara mennirnir sem voru inn í skápnum eða voru ekki opinskár af hvaða ástæði sem það kann að vera. Það er að segja til þess að fá þessi eyru yfirvalda að það þurftu hommarnir svolítið að sannfæra og tefla þessum mönnum að þarna væru, að þeir gætu, að hommarnir gætu náð til þeirra og stjórnvöld yrðu að gera eitthvað vegna þess að, þannig að samtökin 78 spilur henni líka inn á þessa orðræðu að einhverju leyti, sko, og líka vegna þess að þetta er náttúrulega svo flókin tími vegna þess að við erum komin með hóp sem var oft bara kenndu við samtökin 78, homar og lesbíur sem að ganga þarna frammi fyrir skjöldu, eru eins og þau eru og finnst að vera hluti af þeirra sjálfsmynd, ekki bara að vera samkynhneigt, heldur líka að koma út úr skápnum og allir eigi einhvern veginn að vita af því að þessi hluti af þinni kynverund að segja öðrum frá, svona er ég, og það er náttúrulega ekki allir sem hoppið á þennan vagn og það er bara frekar nýleg hugmynd að við séum eitthvað tilkynningaskyldu okkur, hvernig við eigum að vera. Þannig að það voru rosalega margir sem voru aktífir innan einhvers konar hinsegin samfélags sem að voru alls ekkert opinskáð með það og datta ekki í hug og annað og tengdu þar alveg ekkert við þessa umræðu einhverju hommapláu. Þannig að það eru alls konar svona, flækjustig, ef við orðum þetta bara, alls konar svona orðræðilega og persónulega flækjustig sem að þurfti að glíma við. Og að því leytinu til er alnæmiskonan rosalega þægileg ímynd til þess að skella fram. Þá erum við bara komið með, við gröfum bara upp gamlu femme fatale, við þekkjum hana nú öll og hún er bara með alnæmi núna og þá erum við komið frásögn sem við getum einmitt sagt frá og á þess að fara í kenga þurfa að segja eitthvað sem okkur finnst óþægilegt. Einmitt, takk fyrir. Stefán. Já, takk fyrir þetta, Stefán Bóksnæk. Einmitt mjög augljóst að svona rauði varðliturinn á spegilinn æpir á mann að skipla okkur saga. Er meira af svona alþjóðlegum alnæmisflugusögnum sem að fóru eitthvað á flug hérna heima? Já, fyrir ekki. Já, af því að það er svo einfalt að segja, ef þið heyrðuð ekki, fóru fleiri flökkusögur á stað hér á Íslandi eins og rauða varðlitinn og þá sögur sem eru komnar frá útlöndum til dæmis. Já, það var náttúrulega skítu að sprautunálinn og og síðan var náttúrulega, já, það heldur sé ekki skítu á sprautunálinn sem líka sko fellur þá sama við svona flökkusögur eiturlyfjanotkun á 10. ára, þegar komum á 10. ára, sölumaður dauðans og fólk hafa verið okkur klúbbi og síðan hafa bara verið að sprautað með hinn og þessu, eitthvað svona sko flökkusögur, þetta rennur kannski svolítið sama við það, en margt af þessum flökkusögum kannski var líka svona eitthvað risu að fellu vegna þess að eins og bara með að það mætti ekki nota sömu, þú veist, borðbúnað og þetta og hitt og þetta og hitt og þetta og hitt og þá varu til dæmis einhverjir þjónar sem áttu einmitt að stunda það að ég veit ekki sleikja diskana eða bara eitthvað svona you name it, en ég myndi segja að alnæmiskonan og Breiðholti hafi verið svona stóra ímyndin, stóra agni sem var stóra flökkusagan sem fór virkilega á flug. Kærar þakkir, það rúm fyrir kannski eina stutta spurningu og eitt stutt svar og það Ásta Kristín. Þetta örugglega ekki stutt spurningu og ekki auðvitað svara mér, þannig að þú farið að bara
Ég að velta fyrir mér versunum sem faldi til því að þú ert með HVF þá ertu jákvæður á prófi. Ef þú ert ekki með HVF þá ertu neikvæður á prófi. Í Bandaríkjunum og Evrópusambandi löndum þá er talað um HIV positive og HIV negative, þannig að það er svona í almennri umræðu. Hér á Íslandi lendum við einhvern veginn í því að þú ert jákvæður, að þú veit fólk ekki alveg hvort það er gott eða slæmt. Þetta er eins og með COVID. Ef við fáum jákvætt á COVID-prófi þá erum við glöð, þá þurfum við gott að vera nei, það er gott. Ég hef rekist á þennan svona vandræðagang með jákvætt neikvætt í tengslu við HVF í íslenskum skáldverkum. Er þetta eitthvað í opinberu orðræðinni? Er eitthvað verið að tala um jákvæðni og neikvæðni í tengslu við alnæmi? Eða er þetta bara sleppt? Þetta er skilgreininga spurning kannski. Hvernig jákvætt, neikvætt, positív, negatív hvað merkingu það hefur? Sko, það er svona eitt af því sem að hinsinssamfélagið hefur gert alveg óbúslega vel að svona í gegnum tíðina að svona endurheimta orð og snúa upp á þau og reyna að snúa þeim sér í hag. Og eitt af því var til dæmis gert með jákvæðnina, til dæmis það er stuðningshópur innan HVF Ísland sem er sjúklingahópurinn eða þeir sem eru smitaðir heiti jákvæðahópurinn. Og þá í rauninni verið að þá eru aftur komið tvíræðni, þau eru hafa öll greinst jákvæð, þá jákvæð prófi eru smitið, en hópurinn aftur á móti jákvæður gagnvart lífinu og tilverunni og ætlar saman að leita allra leiða til þess að lifa með sem mestum lífsgæðum. Þannig að það er svona smáverið að vinna með jákvæðni, neikvæðni, en fjölmiðlarnir til dæmis þeir sleppa því að fjalla um þetta, það held ég að myndi bara rugla fólk. Það er aðalega HVF Ísland sem að eitthvað að leika sér með orðin. Frábært. Kærar þakkir Hafdís fyrir lesturinn og ykkur fyrir komuna. En ég ætla að vekja athygli á næsta hádegisfyrirlestri og það er bara vika í hann verður 5. 10. febrúar. Þá munu Hjörvar Gunnarsson og Jón Ingvar Kjaran flytja erindi upplifun samkynhneigðra karla af asískum uppruna af stöðu sinni sem hluti af 2 jaðarhópum. Yfirskrift erindisins Þú þarft að vera hvítur til að vera gay á Íslandi. Nú nánari upplýsingar dagskrá RIK má finna á heimasíðu stofnunarinnar rik.hv.is og upptaka af fyrirlestri Hafdísar verður gerð aðgengileg á YouTube rás hugvísindasviðs og einnig á heimasíðu RIK þar sem þið getið líka séð eldri upptökur af viðburðum. Og með þeim orðum þökkum við fyrir og gefum Hafdísi gott klapp.